greindist þegar ég var svona 5 ára. Einkenni voru að ég var alltaf þyrst og ég hætti bara að borða. Ég var aldrei svöng, ég var bara alltaf sjúklega þyrst. Og byrjaði að missa hárið og greintist náttúrulega geðið mikið. Pabbi minn bara hafði áhyggjur og vissi að það væri eitthvað að, þannig að hann sendi mig til læknis sem að sagði bara að það væri ekkert að mér, ég var bara með flensu og eitthvað. En hann heimtaði að ég myndi fara í þvagpröfu og blóðpröfu og bara eitthvað alls konar, þannig að það kom bara í ljós. Ég var með sykursýki. Ég þarf að sprauta mig, ég er með 2 sprautur á morgnana, eða eina sprauta sem ég sprauta mig með 2 sinnum í daginn, sem er langvirkandi og heitir Lantus. Og svo erum við aðra sem heitir Humulok og ég sprauta mig með henni alltaf þegar ég borða, eða bara þegar ég er há í sykrunum eða eitthvað. Og ég sprauta mig þá á morgnana, hádeginu, kaffinu, kvöldmat, áður en ég fer að sofa stundum. Það er bara eftir hvernig ég er alltaf að mæla mig til að vita hvort ég þurfi að sprauta mig eða ekki. Hefur þetta mikil áhrif á lífið mitt? Nei, ekkert þannig sko. Eða þú veist, ég myndi hefur náttúrulega einhver áhrif. Já, maður er náttúrulega alltaf að hugsa eitthvað út í þetta, þú veist. Ég fer eitthvað djammið, það er bara eitthvað, skil allt rastlinn mitt eftir heima og bara whatever, alveg sama. Þú veist, ég er alltaf með þetta allt á mér. Og ég er alltaf, þó ég sé hauslaus, þá er ég samt alltaf bara, ég þarf að mæla mig. Þú veist, ég er að sprauta mig, þú veist, þetta er bara fast inn í manni, þú veist. Það fer ekki út í hausnum á manni. Og ég hef svona lent í því, þú veist, að gleyma mér og lendi einhvers staðar bara deyð einhvers staðar í sykurfalli einhvers staðar út á götuhorni. En það reddast alltaf, það kemur alltaf einhver að finna mann eða maður vaknar sjálfur bara út af því að lifurinn fer að dæla sykri eftir ákveðið mikið langan tíma. Þannig að þú veist, það reddast alltaf. Það var einhver áhyggjur.